Jæja. Heyrðu, hérna þetta fína eplatré sem ég fékk í gróðrarstöðinni Glitbrá í maí. Og þá voru komnir 6 eplavísirar á það, þannig að og þeir hafa nú haldist nema 1 í allt sumar. Og nú komið fram í lok ágúst og mér sýnist að eplin séu nú bara að verða nokkuð álitleg. Þannig að þetta búið að þola alveg sólarleysi í sumar og rigningar, þannig að þetta mjög gott yrki. Þú ert kannski ekki alveg að fara að setja þetta í sölu, þetta ekki það mörg tré, það mörg epli segja. Nei, þetta eru mjög dýrmætt epli, sko, þannig að maður verður að fara að sparlega með þau, sko. Hvernig kom hugmyndin? Bara út í loftið höður? Ég er alltaf með einhverja dillur. Langar að, ég hefur alltaf langað að prófa að vera með eplatré. Þannig að svo bara sá ég Ása var að auglýsa og hennar tré og runnar þola veðrið á Suðurnesjum. Þannig að ég vissi að þá myndi þetta vera pottþétt, og það hefur sannað sig. En hvað hefur þú hugsað eitthvað sérstaklega vel þetta? Var eitthvað sérstök uppskrift af því til að fá góð epli? Já, ég náttúrulega setti stífið svo þetta myndi nú þola Suðurnesjarokið og svo náttúrulega fórnaði ég einum nælonsokk til þess að styðja við. Þannig að þetta alveg búið að vera í degri. Svo náttúrulega maður búinn að kíkja á það og gefa því áburð og svona. Og vökva og það var ekki þurft að vökva kannski? Nei, reyndar hef ég ekki þurft að vökva mikið, sem betur fer. En já, það hefur fengið alveg mikla athygli frá mér og fleirum, sko, þannig að það er ekki... Veistu marga sem eru með einhver ávaxtatré á Suðurnesjum? Já, það er nú alveg þó nokkrir sem maður fer að ræða málin. Þá eru fleiri en maður heldur, sko. Þannig að Sástu að pósta þessu á samfélagsmiðlum um daginn, fékkstu þannig viðbrögð? Ég fékk bara svakalega fín viðbrögð og fólk bara hissa að við skulum geta ræktað svona suður með sjó, en ég held að sé bara allt hægt, spurningum að hugsa vel þetta og hafa þetta í góðu skjóli. Þannig þetta þarf ekkert sérstaklega mikinn hita í rauninni kannski? Nei, ekki allavega þetta yrki, þá er þetta, ég held að sé bara aðalmálið að hafa gott skjól og bara hugsa vel þetta frá upphafi, sko. Og skiptir líka máli af því þetta kemur náttúrulega úr þannig uppeldi eins og úr Sandgerði að það er náttúrulega það búið að fá bestu skilyrðin, sko. Já. Það er bara En hvað með, þú ert þú ert búin að segja með það, þú sért í gömlu Melónagarð Skólavegi 3. Já. 1970 í Keflavík. 1970, já. Þannig að við erum búin að vera að taka svolítið til hendinni bara jafnt og þétt og halda honum bara svona í horfinu, sem maður segir. Það er líka bara ótrúlega mikið svona sálarró að vera í moldinni og njóta þess. Já. En það er ekkert allir sammála mér, ég veit það. En svo, skemmtilegt áhugamál. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er svo gefandi þegar maður sér einmitt svona eitthvað vaxa og maður sér að það ber árangur sem maður er að gera. Já. Hvað ertu að gera? Ertu að halda við ertu að bæta við? Ég hef verið að endurnýja svolítið, taka það sem er orðið úr sig vaxið og setja nýtt, en sumt er búið að vera í yfir 50 ár. Já. Þannig að það er bara búið að ganga vel. Það er ekkert mál að rækta í Keflavík og Suðurnesjum? Nei, eins og ég segi, ég held að sé bara skjólið og áburðurinn sem að skipti máli og bara umhirðan. Að halda þessu svona þokkalega hreinu. Við að Víkurhyrnum tókum drónamyndir af svæðinu í kringum ykkur fyrir nokkrum árum síðan og þá mátti sjá að það er mjög mikill trjágróður í gömlu Keflavík, húsunum svakalega og víðar. Já, það er það. Og við erum búin að grisja alveg helling því að við vildum auðvitað reyna að hafa sólina sér lengst, þannig að við erum búin að grisja helling. En ég er alveg sammála því, það er rosalega mikið sem að trén hafa hækkað frá því sem var. Og bara gróður almennt. Er eitthvað í þessu áhugamáliðinni sem þú heldur mest upp og þá er ég kannski ekki að tala með þetta nýja eplatré? Mér finnst alltaf voða gaman að sjá fyrir sumarblómum. Ég sjái yfirleitt alltaf fyrir morgunfrúm því þær eru mjög sterkar og það eru þessi appelsínugullblóm sem eru þannig að þau eru mjög dugleg, standa alveg fram í frost og ég fæ líka útrás fyrir þetta áhugamál mitt í vinnunni með börnunum og með samstarfskennurum mínum þar í Tjarnarseli. Á leikskólanum? Já, þannig að það er náttúrulega bara yndislegt að geta sameinað vinnuna og áhugamálin með börnunum. Varstu eitthvað að pæli að smakka á eplinu? Já, ég var að spá því. Það var bara að bjóða þér. Já, gera það. Við höfum ekki bara slíta af. Fræðingarnir segja að maður eigi að snúa og losa það þannig. Sko,
Þetta bara alveg súper flott. Bara tökum við þetta bara og skerum þetta, ekki? Jú. Tökum allar gósflísar af. Svona. Já, ertu spenntur? Sjáu þið bara. Geggjað. Og maður smakkaði það líka. Gjör svo vel. Já, ég veit ekki hvernig það fer maður. Það var hérna einhvern tíðan í gamla daga sem að það var eitthvað sem að þáði epli á konu. Það var bara vesen. Passaði þig. Já, Þóri, hvernig er þetta? Þetta er yndislega gott. Þetta ekki sammála? Það smjattar allavega að því. Þorir ekki að vera sammála, sko. Og þetta er Þetta er svona- sæt og góð efni maður. Mjög sæt og góð. Kemur á óvart. Að þetta er bara, þetta er yrkið Tóbías. Svona fyrir þá sem að vilja spá í því. Þetta er mjög gott. Þetta er ljúfinn. Aha. Og reyna eftir á næsta ára þá eða með fleiri tré. Það er aldrei að vita. Það er allavega alveg pláss, sko. Það lumar okkur fleiri hérna inn í Já. gróðurhúsi. Hér er vínberjatré. Já. Og það er hérna hægt að smella sér í einn klasa. Það er ekki það. Já. Já. Ha. Þetta, Græna falli. þetta er líka hérna, ég veit að þetta er gott. Ég var búin að smakka, þau eru svo sæt. Þú verður að smakka það líka. Þau eru mjög góð. Gekkið. Þannig að það er mjög auðvelt að rækta vínber í svona köldu gróðurhúsi eða köldu gróðurskála. Og Það kemur til. Já, það er nú það. Það er bara eitthvað sem að plöntunum líkar vel. Og hún er mjög dugleg að breiða úr sér eins og sér. Hún er komin hérna og ég klipp hana niður yfirleitt á veturnar. Þú ertu búin að vera með hana áður sem sagt. Já, ég er búin að vera með hana núna í nokkur ár og hérna. Já, þetta er ekki fyrstu vínberið þín. Nei, þetta er ekki fyrstu vínberin. Og svo er ég líka að prófa að gera hérna tilraun með hindber. Og hér er blæjuber sem að ég veit nú ekki hvort að ná að verða að neinu. En það kannski næsta ár. Þannig að það er líka auðvelt að rækta blæjuber í svona köldu gróðurhúsi. Svo náttúrulega er ég með rifsber og sólber hérna. Ok. Og þarf ég að fara að taka. Nýtur þau eitthvað? Já, ég nýti í sultur og hérna. Já, ég ætti að vera duglega að hyrða það, sko. Og eins og sér sólberunina hérna hinum megin, þau eru kolsvört, sko. Það er alveg orðið tilbúið. Svo skrítið, það er eins og veðráttan og svona þetta, það er einhver óværa sem hefur komist í berjarunna, það tala fleiri það, sko. Kallað rifsþélu. Og það er voru lítið hægt að gera í því í rauninni. Það er bara plantan verður að fá að jafna sig bara sjálf. En ertu með eitthvað skilaboð til þeirra sem er sem að langar að fara í eitthvað svona út í ræktun en hafa ekki þoraði hingað til? Já, bara byrja kannski hæfilega svona stórt, ekki færast of mikið í fang. Og leita sér bara líka ráða hjá þeim sem eru búnir að prófa. En þetta, ég mæli með þessu. Þetta er bara gott fyrir sál og líkama. Í spurningin.